kvöld og komiði sæl. Það búið að velja sigurvegarann í keppninni dekraðasta fyrirtæki landsins. Það heitir Decode eins og allir landsmenn ætti að vita og nú getur þjóðin farið að hlakka til að sitja uppi með sjálfskuldarábyrgðina fyrir það ágæta fyrirtæki ókomna tíð. Vonandi tekst þeim bara að þróa einhver almennilega kvíðastillandi lyf svo maður ráði betur við afborganirnar. En talandi lyf, geðlæknir í Reykjavík ávísaði morfínfíkli 920 morfíntöflum á 95 dögum, samkvæmt frétt í Fréttablaðinu, auk þess að skrifa á sama tímabili 14 lyfseðla að auki fyrir róandi lyfjum handa þessum sama manni. Hver ætli sjúkdómsgreiningin hafi verið sem kallaði á alla þessa lyfjagjöf? En til að flýja afborganir og skammdegisdrungan bregða Íslendingar sér gjarnan til útlanda bara eitthvert þar sem sólin skín á raðgreiðslum. Já, hvað get ég gert fyrir ykkur, herramenn? Nú, þess ætlir að skella sér eitthvað út, skoða heiminn. Já, heimurinn nú ansi stór. Ertu með eitthvað sérstakt í huga? Nei. Láttu ekki svona, enjoy! Hvað nú svona heitast? Já, það náttúrulega orðið ansi heitt víða. Til dæmis erum við með mjög vinsælar safariferðir til Kongó. Það sennilega það heitasta sem við erum með. Kongó? Villi Kongó? Manstu, þinn í Kongó, Villi? Nei. Ert þú einn á ferð? All by myself. Veistu, hann svo hrikaleg mannafæla. Við erum svo ólíkir bræðurnir, alveg ógeðslega ólíkir. Þannig að það verið voða gott út og getið tróðið á einhvern svona hóp. Æ, ertu ekki með svona svona hópferðir, hópsex? Nei, djók. Hvað hann gamall? Sweet 50. Sko, við fjölskyldan ákváðum að gefa hann svona ferð í 50 samanlega Hann hefur aldrei farið heitt. Og nú fer bara hver að vera síðastur að fara eitthvað í alvöru tala. Nei, ég meina ekki þannig, hann ekki dauðvonið eða neitt svoleiðis. Nei, veistu, ég held að það bara aldrei verið veikur á æfinni. Það Villi? Hefur einhvern verið veikur á æfinni? Nei. Sko, solid as a rock. Ég greiði mitt reyndu einu svona að segja. Ég farin. Sko, nei, bullshit. Hlustaðu á bróður þinn. Þú ferð, þó ég þurfa að senda þig í böndum. Þú verður að sjá heiminn með berum augum. Bókað hann. Já, hvert vil það fara? Ertu með einhver áhuga maður? Nei. Bókaðan bara til Ibiza eða eitthvað, veistu, Villi, ég farið þangað að tala alveg merkja stuð, bara stuð, all night long. Sápukúlu, diskotek, sangria, samlokur, allan sólarhringinn. Þetta að fíka út þarna. Á ég þá bókaði 2 vikur til Ibiza? Nei. Hafðu það 3. Maður allar lettur eftir 2 og eftir 3, hann verður orðin eins og innfættur. Bókaðan á Alogi Sól. Það alveg sjúkt hótel. Allir æslega frjálslegir, bara G-streng í lobbyin og svona, Villi? Allt í góðu galmi krúti kall. Ég keyri þig út á flugvöll. Þú ekki annað en að fylgja honum í vélina, það víst langt bara best. Og ég ekki að fara neitt. Trust me, hann fer. Erum við hamingjusöm og getum við orðið hamingjusamari? Í Borgarleikhúsinu síðustu helgi var frumsýnt nýtt íslenskt leikrit eftir Þorvald Þorsteinsson sem ber nafnið And Björk, of course. Þar sem þessum spurningum meðal annars velt upp. Því leikriti gerist á sjálfshjálparnámskeiði hjá leiðbeinandanum Ástu. Harpa Arnardóttir leikkona fer með hlutverk Ástu og hún hingað komin ásamt höfundinum Þorvaldi Þorsteinssoni. Við skulum bjóða þau hjartanlega velkomin. Panta? Já, við ætluðum að kannski að byrja á hérna. Í kvöld hjá okkur finlandssænskur kokkur þannig að ég mæli með konjaksleiknum aspas og gráðosta gljáðum sniglum. Ég vil ekki bara fara eitthvað annað. Mér líður ekki veruna vel hérna. Lambið alveg frábært. Þetta eru þunnskorna lundir, marinerar í gramman hér og svörtum pipar, vafðarinn í hvítlauksumslög og allt flamberað. Já? Fyrirgjöður, af hverju ertu ber? Ber? Ég? Já, þú ert bara alls ber.
Alls ber... Akkur segir það? Akkur segir það? Þú ert alls bermaður. Hvað átt að þýða eiginlega? Ég veit ekki hvað að... Eigið þið við sjóntruflanir að stríða eða... Nei, við eigum það ekki. Ertu geðveikur? Já, Við erum bara komið. bara geðveikur. Ég held að þið ættu bara að láta aðtúa ykkur. Meira hvernig sumt fólk getur látið. Okkur Íslendingum fæst alltaf af og til góður liðsauki í tónlistinni. Þannig starfa hér allt land frábæri tónlistamenn allstaðar að úr heiminum. Harmonikusnillingarnir og tvíburabræðurnir Júri og Vadim Fjodorov, hann heitir reyndar Vadim, hafa verið búsettir hér nokkurt skeið. Júri býr á Akranesi og Vadim á Ísafirði þar sem þeir kenna á hljóðfærin sín og auðga tónlistarlífið. Áhugasamir ættu nú að skella sér á tónleika þeirra bræðra sem haldnir verða á morgun kl. 4 í Safnarheimilinu í Bolungarvík. Þetta er víst ekki nema 8 tíma keyrsla hérna úr höfuðborginni og upplagt að keyra bara í nótt. Skella sér á skíðin og Ísafirði í fyrramálið og harmonikutónleika eftirmiddaginn. En þeir eru komnir hingað til okkar og ætla að spila fyrir okkur lag rússneska kúrekans. Gjörið svo vel.
Sólheimum í Grímsnesi blómlegt samfélag. Margir þekkja sjálfsagt ýmist handverk og matvæli sem þaðan koma og gráupplagt að keyra þar við á sumrin. Fá sér kaffi, leyfa börnunum að búa til kerti og kaupa sér eitthvað fallegt eða þá hollt. Nú hafa íbúar Sólheima verið að æfa söngleikinn Hárið undir stjórn Eddu Björgvinsdóttur. Edda hingað komin ásamt þeim Úlfhildi Stefánsdóttur og Sigurlín Sigurgeirsdóttur. Við skulum bjóða þær velkomnar. Sælar og velkomnar. Takk. Ég sé þetta að þú ert með lítinn hippa í fanginu. Já. Átt þú þennan litla hippa? Ég bara núna áðan í kaffinu frammi þá kom þetta litla kríli bara. Svona. Já. Þú ert enga stund að þessu. Enga stund að þessu. Svo snögg. Já, þetta yngsti leikarinn í sýningunni Hárinu, sko. 3 mánaða Ólafía Guðrún Gísladóttir. Og þú ert elsti leikarinn í sýningunni. Þú ert búin að búa hvað lengi á Sólheimum? 30 ár. 30 ár. Sigurlín, í þessu 30 ár ertu búin að koma fram í mörgum sýningum hjá leikfélaginu? Nei, Nei, en einhverjum? bara Borgarhúsinu og maður þarf að sýna leikrit þar Já. og Þjóðleikhúsinu á Hverfisgötunni. Þú hefur leikið í Þjóðleikhúsinu á Hverfisgötunni? Já. Finnst þér það gott leikhús? Já, það er gott að vera þar. Gott að vera þar, já. Já. Segðu mér, Úlfhildur, þú ert að leika strák í Hárinu. Er það ekkert vandamál? Nei, það er ekkert vandamál. Og talar eins og strákur þá? Nei, en ég hef þetta í mér. Þú hefur þetta í þér? Já. Þú ert svona strákastelpa? Já, eiginlega. Hún er fæddur töffari. Fæddur töffari. En Edda, hvernig stendur að vera þinn í Sólheimi? Já, sko, það er bara þannig gamall draumur að rætast. Í mörg ár þá er ég búin að vera á leiðinni mitt að fara að fá að leikstýra þeim. Því ég held að það sé alveg dásanlegt og það er dásanlegt. Nú er ég búin að komast að því. Og svo bara loksins skapaðist tími, það var aðstæður höguð í þannig að ég bara gat og þá bara, ég geri aldrei neitt smá. Þá bara tók ég mig til og fluttið þangað, tók að mér hinn ýmsu störf og já, er bara komið þangað. Til 1. september ætla ég að búa þarna. Og hvenær ætlaði að frumsýna Hárið? Sumardaginn 25. apríl. Og hvað verða margar sýningar? Er búið að ákveða það? Fer það eftir aðsókn eða? Já, það er sko 2 frumsýningar hjá okkur, það er svo margir frumsýningargestir. Og svo ætlum við að hafa sýningu á laugardaginn og sunnudaginn á eftir og 1. maí. Klukkan 4 og við bjóðum nú alla bjóðum öllum að koma. En það er svo margir sem taka þátt í sýningun, ekki rétt? 50 manns. Og þetta er ekki bara heimilisfólk, heldur líka starfsfólk? Já. Bara allir bara sem búa á Sólheimum. Gátu allir fengið að vera með sem vildu? Já. Það bara, og þeir sem voru eitthvað treyf, við fórum bara og sóttum þá. Og það er svo skemmtilegt einmitt að hafa þessa breytt. Þarna eru útlendingar, það eru skiptinema, það er starfsfólk, það er semst allur aldur og það er fullt af börnum í sýningunni og þetta er alveg rosalega gaman. Og þetta er nefnilega leikfélag, þetta er eitt elsta leikfélag á landinu, það er 70 ára gamalt í fyrra og þetta er leikfélag Sólheimið, því Sólheimið er þorp og þar eru allir bara jafnir, fatlaðir, ófatlaðir, börn, gamalmenni, sem sagt allir. Fyrirmyndaríkið. Já, fyrirmyndaríkið og við erum hérna birtingamynd þess í leikfélaginu okkar. Úlfhildur, eru margir hippar á Sólheimum að því að Hárið er nú svona hippaleikrit? Já, eru þið ekki öll hippar inn í okkur? Jú, við meinum öll vel, þó við kannski gerum eitthvað allt annað. En hvaða lag fáum við að heyra, Sigurlín? Ég veit það ekki það. Það heitir Að eilífu. Að Eilífu heitir lagið sem við erum að syngja. Þetta er hörkustuðla og mér heyrist hún vilja fara að hefja bröst sína, svo litla. Hérna, ég vil fá að vita eitt, hvað er að frétta af hinnum landsfræga Reyni Pétri? Það er bara allt gott að frétta á honum. Er hann ennþá að æfa hlaupa? Nei, hann hjólar mikið og hann gengur mikið. Hann gerir það. Ég byrði að heilsa þér Reyni Pétri. Skila því. Heyrðu, en þá er ekkert annað en að dempa okkur í það að fá að heyra þetta lag. Heyrðu, og gangi ykkur vel og 2-2-2 á frumsýningardeginum. Takk fyrir komuna. Vaska
Margar okkar kannast við það að eiga í erfiðleikum með neglurnar. Lausnin við þessu eru Trynd handsnyrtivörur. Trynd þryggjaflatatjölin eykur vökvann milli naglalagana. Neilbalsam naglanæringin styrkir vökvann í nöglinni. Neilrepair er efni sem styrkir hornið í nöglinni. Til að losna við naglabönd notarðu cuticle remover og naglabandanæringu á eftir. Tryndvörurnar gera neglurnar sterkari og áberandi fallegar. Fáðu sopatumi. Í lífinu þú lærir það að leggja þér að munni hollan mat sem hlúir að hollustunni. Þetta rímaði nú ekki hjá þér. Það ekki? Nú eru raftækjadagar í húsasmiðjunni. 20 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan. Brúðkaupsveisla ársins. Kjóllinn, blóminn, veislan, förðunin og gjafirnar. Matur 2002. Knatthúsinu Kópavogi. Já, ég hafði lengi gengið með þessa hugmynd að stofna leynifélag. Ég býst við að ástæðan fyrir þessum brennandi áhuga mínum sé sú að strákarnir í hverfinu vildi aldrei leyfa mér að vera með í sínu leynifélagi sem hét hérna Græna gubbið. Þannig að þeir bara útskúfuðu mér. En nú hef ég loksins látið drauminn bara rætast og búin að stofna mitt eigið leynifélag og við félagarnir erum orðnir tveir. Það eru tveir meðlimir. Sko, nú er hinn leynifélaginn kominn. Leyni orðið hamstur í hættu. Rétt. Eni, meni, húka, tjaka, hú, tjá. Já, þetta er sem sagt hinn leynifélaginn í leynifélaginu Svarta Svipan. Þú kannski kynna þig sjálfur félaginn? Já, ég er vakandi hundur. Já, og ég er dalalæða. Nú, þið viljið kannski fá að vita út af hvað þetta félag gengur og svona. Má segja það? Já, vera auglýsa ef við ætlum að fá fleiri félaga. Já, auðvitað. Svarta Svipan svíkur engan. Já, markmið félagsins er sem sagt að starfa leynilega að leynilegum aðgerðum. Njósnaðu fólk. En núna erum við til dæmis að njósna... Nei, ekki segja það. Svarta Svipan skrifar ekki. Já, svo erum við líka að senda nafnlaus bréf. Já, og svo erum við líka svona, já, við höfum bara að pröfa það einu sinni. Já, það var þetta fluttu, sko. Já, við fundum ekki rétta heimilisfang. Nei, og svo var komið leyninúmer. Herri, þið ættu kannski að fá okkur svoleiðis. Góð hugmynd, félagi. Og svo hefur við verið að selja merki og svoleiðis. Já, nei, það er kannski ekki leynilegt. Það er meira svona fjáröflunarskinni og svona... Já, svo hefur við verið að passa fyrir fólk. Ekki verið að segja frá því. Akkur ekki, það er ekkert leynilegt. Svo asnalegt. Nú, má ég þá ekki heldur segja frá því? Nei, ekki heldur segja frá því. Akkur ekki? Það er bara líka svo asnalegt og svona. Nú, en þeir sem hefur áhuga á að gerast meðlimir í leynifélaginu Svarta Svipan, þeir fá lambúsettu og svipu. Já, árgjald. Árgjaldið er 2002 krónur. Já, sko, í fyrra, sko, þá var árgjaldið, sko, 2001 króna, sko. Já, eins og árið, sko, en núna er þetta 2002. Það veist, þú þurftir ekkert að vera að segja frá því. Akkur ekki? Af því það er bara svo augljóst, svo er líka bara svo asnalegt. Og sjáðu asnalegt.
Okkur mesti töffari landsins næsti gestur minn. Hann hefur væntanlega komið Reykjanesbrautina, ef ég þekki hann rétt. Þetta Rúnar Júlíusson, við skulum bjóða hann velkominn. Velkominn. Þetta rétt hjá mér? Komstu Reykjanesbrautina? Já, eins og vennilega. Eins og vennilega? Já. Gerirðu eitthvað grein fyrir því? Gerirðu grein fyrir því hvað búin að keyra hana oft? Nei, ekki alveg. Nei. En mikið síðan ég fekk bílpróf, 17 ára. 17 ára gamall, já. Ert þú hinn eini sanni eilíðar poppari, Rúnar? Þú sagðir þetta, ég veit það ekki. Já, ég meina þú hefur alla tíð fengist við þetta, ekki sagt? Jú, náttúrulega. Og ætlar væntanlega að gera það áfram með þetta? Jú. Þannig að þá ertu það, er það ekki eilíðar poppari? Já, það má ég segja, eilíðar tónlistarmaður allavega. Heyrðu, hann Gunni Þórðar var að kjafta því í mig að þú ættir afmæli í dag. Það var rétt hjá hann. Hann skarpt minnuður á Gunnar. Hann Gunni, já. 13. apríl, heyrðu, ég legg til að við syngjum afmælisönginn fyrir hann. Fáum kórinn til að taka undir. Já, það verður fallega gert það okkur. Já. Ertu til í að segja mér hvað þú ert gamall í dag? Já. Viltu að heyra núna? Já. 57. Þú ert 57 ára, þannig að þú ert búin að vera í bransanum í yfir 40 ár. Nei, næstum því 40 ár. Næsta ára er það 40. Hvað varstu gamall sem sagt? Þú hefur verið hvað, 19 ára? Ég var 19 ára, já. En þú ert með þína eigin plötuútgáfu, ekki sagt? Jú, sem heitir Geimstöð. Sem heitir Geimstöð. Hvað ert þú sjálfur búin að gefa út margar hljómplötur? Ég er nú ekki búin að átta mig alveg á því. Það er gífurlega margar, sem sagt. Þetta hleypur einhverjum tögum til þarna sem þú búin að gefa út? Jú, það er sennilega komið vel á annað 100. Og ég er fleiri að mann talar plötur sem hann bara komið að, sem sagt. Já, en þú sjálfur svona sem þínar plötur, veistu hvað það er? Svona sólóplötur? Já. Það er eitthvað 10-20 plötur sennilega. Af því að þú er búin að vera frægur svo lengi, þá skulum við aðeins líta hérna á brot úr safni sjónvarpsins. Já. Hratt, en örugglega. Mjög hratt, já. Og örugglega. Gott kvöld. Við höfum það ánægjað að leika og syngja fyrir ykkur nokkur lög hérna, en áður en við höldum lengra, þá langar við til að kynna fyrir ykkur meðlimi hljómsveitarinnar. I've been searching, oh I've been searching, and I've been searching every way, oh Lord I've been searching, oh Lord I've been searching, and I've been searching every way. Konungur í dag, færum við gullið gríningar hans. Ísakislar grundir, glóir engi og tún, unir bærinn sér undir, ægi fagri brún. Mundarætíð ein í hjarta mér, þar náman aldrei nein, að negla á milli hrein, þú ein. Þá leika hljóma lagið My Babe. I love the way she walks, I love the way she talks, makes me feel so good, just like a man should. Guð frá þér, þar sem börn mitt enginn sér. Mig dregur frá, dóttir bónda við seiðir, eins og unang býr á heiðarslóð. Efri vara skegg, ég vitlaus í menn með skegg. Baby, record swinging, I'm swinging, swinging, the dance in the street. It doesn't matter.
Já, það hefur örugglega verið hægt að halda áfram í allt kvöld að sýna gömul brot með þér. Já, heldur það? Já, eða það er farið hraðar. Já, það er farið hraðar. En þið Gunnar, mér sýnist nú að þessu að leiðir ykkar Gunnar Þórðarssona hafi leiðið aðeins oft saman. Hvernig maður er Gunni? Alveg prýðið góður maður, Já. Vinnusamur og duglegur maður. Getur ekki sagt mér einhverja svona skandalasögur eða eitthvað Gunnar síðan í gamla daga? Ég get ekki gert hana bara núna hérna, sko. Hann var með fjölskyld og börn og svona. Já, börnin eru svo gömul, engar svona stutta gamansögu á Gunnar? En ja, þetta er eiginlega meira svona næturlífun og það er svona dálítið viðkvæmt sko fyrir fjölskyldunum, skilur það. Já, einmitt. Þetta er of svona vænið að ég færi svona í hversdagsleikann. Ég skil mig. Þannig að hann segi þessu það. Ég læt hann segja mér, ég snýði upp á handleikjum og hann einhvern veginn í góðu tómi. En ert þú búinn að sætta þig við það að Keflavík skuli nú heita Reykjanesbær? Nei, ég er voða erfitt með það. Ég lifi sem með að vera í ósætti við það sem eftir er bara. Og þú heldur áfram að kalla Keflavík? Já. En ég get sefalveg rólegur í því, sko. Ég skil. Þetta er bara svona ákveðin mistök sem ég er ekki alveg búinn að grafa, sko. Og þú fær ekkert svona lítil æðisköst út af þessu á og til? Nei, ekki svo. Ég er það nú til róandi þessu þú sagðir á það. Það er mikið gefið að lyfjum við þessu. Já, er mikið ávísað að lyfjum í Keflavík? Ég er svona vel stiltur. Ég skilji, svona balanseraður. En það nú ekki að sleppa þér aðeins að þú takir lagið? Ertu til í að, er þér samátt að Gunni Þórðar spili með þér? Bara mjög ánægju og þetta er mjög gott band sem út með hérna húshljómsveitin, já. Alveg frábær. Alveg frábær eintök í þessu hljómsveit, sko. Sérstaklega Gunni náttúrulega, elstur og sættastur. Já, þeir eru allir sko. Fúsi á trommunum og Þórir og Halli. Það er ekki hægt að hafa þetta betra. Já, ég ætla að gefa hljómsveitinni eitt eins og gefa þeim gott klapp. Á ég farið í þetta núna þá heldur eða? Hvað segirðu? Á ég farið í þetta núna? Já, ég vil fyrst fá að vita hvað þarf að syngja. Það er svona lagasirpa. Já. Eitt frá 7. áratögnum, eitt frá 8. og eitt frá 9. Svona sínum svo sitt lítið af hverju. Fyrir hattu við svo eins og þú gerir á það. Já, rúllar yfir mannkynssögur og svona. Já, svona mína sögur. Heyrðu, frábært, takk þér fyrir kominu Rúnar. Takk og til hamingju með afmælið. Takk ekki lega fyrir. Sem rámfull og sólgurn eins og reyður. Hann var svo grindhoraður að myndi helst á sál, en heimspekingur var hann alveg sná. Hann var að dekka stýrt svo til á honum buxurnar, en að mann í landi brá hann sér á næsta bar. Við rættum áttum hamingjunar innsælendar dó, og stakk hann upp og sagði hæ og róm. Betri bílar, yngri konur,
skuggar á Mýrdalssand og begge skjólafá. Yfirgefinn bíll út í vegakant og begge hræðunni staðar að sjá. Þín vestamanna hún læðist og leita, lífið remmir með varblóð hita. Þú getur hlaupið en þú verður þig ekki, hann fangar þig út til með sína. Ísköldur lekki, ísköldur lekki, ísköldur lekki og þú sleppur ekki. Á með taugarnar sandar, sigrandi andar, kjökrandi skríður, skjálfandi bíður og tíminn líður. Og tapar hugmynd á myndar og meðvegi skuggar á Mýrdalssand og begge skjólafá. Yfirgefinn bíll út í vegakant og begge hræðunni staðar að sjá. Þín vestamanna hún læðist og leitar, lífið remmir með varblóð hita. Þú getur hlaupið en þú verður þig ekki, hann fangar þig ótt til með sína. Ísköldur lekki, ísköldur lekki, ísköldur lekki og þú sleppur ekki. Á með taugarnar sandar, sigrandi handar, kjökrandi skríður, skjálfandi bíður og tíminn líður. Takk fyrir. Það laugardagskvöld á heimili þeirra mæðgna. Við eldhúsborðið stendur móðirinn Marsibil og starir fram fyrir sig. Af ganginum heyrist fótatak, dóttirinn Gagga kemur inn. Mamma, hefur ykkur stað séð herðapúðuna minn? Ég ætla að sauma það hérna inn í blússuna. Mér finnst einhvern veginn svo axlina sé að leka niður á mig. Gagga, viltu slá mig utan um þig? Ha? Já, já. Takk. Nú veit ég að þetta er raunverulega satt. Hvað? Hvað er eiginlega þér? Þú lítur þetta eins og taugaáfall. Fáðu sæti, Gagga. Nei, ég má ekki vera að því. Ég er að verða of sein. Ég myndi aldrei fyrirgefa sjálfur mér að þið myndi missa bók á mig. Mér finnst það alltaf langbesti milljónamæringur. Gagga, þú ert orðin milljónamæringur. Nei, mér finnst þið bara svo æðislegir, menn það er enginn sem heldur upp í stuðin eins og þeir. Hey, Nambol! Nambol Italiano, si, so. Sono una senorita. Mamma mín, hvað er það? Ertu eitthvað lasin? Nei, ég hef aldrei verið jafn hamingjusöm á ævinni. Loksins! Ég bara trúis ekki, Gagga. Trúirðu ekki hverju hvað, mamma mín? Hvað er það? Ertu til í að guppa þess út úr þér núna? Því ég er að vera of sein á ballið. En mér var nú reynda búið að dreyma fyrir þessu. Hverju? Við vorum saman í Laugardalslauginni. Já, trúlegt. Þú myndir nú ekki einu sinni láta sjá þig í lauginu þú væri borgað fyrir það. En það kanntu nú ekki almennilega að synda og lítur eins og mörgæs og marfaða. Í dreyminum þá synti ég hverja ferðin á fætur að annari alveg eins og nýsa. Svo stoppaði ég allt í henni og fór að tróða svona að marfaðan. Og þá sá ég hvar þú sast upp á bakkanum með þennan líka niðurgang. Ég hef bara aldrei á ævinni séð annað eins. En þú varst svo glöð, þú sast þarna í öllum ófögnuðinum og veifaði brosandi til mín. Djöfulsins ógeð geturðu verið? Nei, Gagga, skilurðu ekki neitt? Draumurinn hefur ræðst. Það er sko allt í lagi með magan í mér, þakkaði fyrir. Bullið í þér, kona. Nú er ég að drífa mig. Lít ég ekki út eins og fáutum enga axlabúða? Jú, Gagga mín, en það bara skiptir engu máli núna. Við sigruðum. Býtu, er þið ennþá að dreyma? Já, ég bara heila, veit ekki, ég verð bara að klípa mig. Við unnum í lottóunum.
Ég bara trúi þessu ekki heldur. Hvað erum við mikið? Við vorum í fyrsta sæti með allar tölurnar. Mamma, já, við hljótum að vera milljónmæringar. Það er það sem ég er búin að vera að reyna að segja þér, elskan mín. Dísus, pældi í tilviljun. Hvað? Að einmitt í kvöld skuli ég vera frá ball með milljónmæringun. Ég kem að þér! Kúla, kúpalalala, baral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 a, kópa, kópa, kapala, stal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 a. Þættinum er nú öllum lokið. Næsta laugardag verður þessi þáttur milli himins og jarðar hér í síðasta sinn og munum við Gunnar jarða hann með nokkurri viðhöfn. En meðan nokkurt lífspark er í okkur enn vil ég þakka gestum mínum fyrir komuna og ykkur áhorfendur góður þakka í samfylgdina. Þeir Júri og Vadim Fjodorov ætla ásamt hljómsveitinu okkar að ljúka þessu fyrir okkur með laginu Rak Musett, hvað sem það nú er. Sjáumst heila vikuliðinni, verið þið sæl. Ngizamile bafowethu. Kunini ngithi ngiringa naye lo mntwana? I understand. 3 years. Hayi, never. Yo. Ngithi hayi. Ngithi hayi. My suspecta. Hayi. My bobo nissa. Hayi. My bobo, my susu. Ngithi hayi. My susu, my bobo. Ngithi hayi. My susu nissa. Hayi. My bobo nissa. Ngithi hayi. Do you like my daddy? Yes. Ngithi
imali namanje usathanda ukugroova namanje usathanda imali namanje usathanda ukugroova namanje ngithi hayi mayisusu ngithi hayi mabobo usathanda imali namanje